Já, held ég, hó, gleðileg jól. Stendur eitthvað í danum minna? Smá í mér. Herri, við hefðum með látt að vera með jólalag, ég að fatta það núna. Já, þú ert ekki hrifin að því kannski? Henda á eitthvað, jóladæmi. Nei, ekki, þú ert nú jólastrákur. Var ekki fyrsti jólasveitnin að koma í gær, eða? Var ekki fyrsti jólasveitnin? Úff, nú maður hættur að fylgjast með þessu, sko. Já, þú að fara að koma inn í þetta. Ég þarf að fara að koma inn í þetta. Sennilega státt ég að vera að gefa skóin í gær. Já. Hvað, beinstífur kom fyrstur? Já. Hvað svo? Stinnur eins og staur. Já. Var ekki, nei, ekki stúfur, var ekki, fyrst... Beinstífur? Nei, giljagur. Það ekki? Stekkjastaur, svo giljagur og stúfur, já, við erum alveg með þetta. Já. Við þurfum að finna út af þessu. Já. Fyrir en setna, en heyrði, það er, já, 13. Þetta held ég eitthvað svona ljósblátt hjal að segja á ekki beinstífur að koma fyrstur. Alveg allavega ljósblátt, ég held ég. Takk. Frumsamið. Heyrðu, 13. desember, það fyrir að steytast í jól, þetta er síðasti ársynningaþáttur fyrir jól, já. Föstudagurinn 13. maður, djöfull. Já, það er föstudagurinn 13. Ég er mjög stressaði fyrir þessu. Já, mér líst ekkert á blikuna. Nei. En, já, myndi maður segja fyrirtæki dagsins, myndi við segja að þetta væri tengist að jólum að einhvern hátt. Alltaf kraumi jólaandi yfir iðnaðarmönnum þegar kíkja í múrbúðina. Reyndar, þegar þú segir það, sko, þau eru potti að bjóða upp á, hvað heitir þetta, Baileys eða Cognac eða eitthvað svona fyrir alvöru viðskiptunum sem er að mæta. Já, örglega, já, hvað veit maður? Nóa konfetti og einhver svona. Já. Það er það sem þessi hópu vill. Já, iðnaðarmaðurinn, ég held að konfett og Baileys. Já, nei, reyndar eru örgulega bara, heyrðu, takk ég bara hérna græna lager á leiðin út. Já, svo er það, ég veit ekki. Og greit bauk á leiðin heim. Ég skal ekki segja, en þetta er mjög spennandi fyrirtæki. Ég skemmti mig konunglega við yfirferði hérna. Og sko, sér í lagi vegna þess að nú erum við með mann þarna innanborðs, Árni Hauksson. Já. Það er nefnilega fyrsti, sko, hann var einn af fyrstu mönnum í Dýblind og Pingjan. Aha, já. Er hann þar? Já, ég veit ekki hvort það sé ennþá, en hann er bara fan frá degi 1, sko. Ég hefði heyrt í honum, hefði ég vitað þetta. Já. What? já, þú veist, þetta er bara, þetta er heiðursmeðlimur hlaðarsins. Ég held að það sé óvægt að segja það. Í alvörunni? Ég þarf að fakta þetta. Við bara skilum okkar bestu kveðjum á hann og ég ætla nú bara óskónu til hamingju því að það er bara frábæri ársendingur handa við honnið. Já. Ég sé hann ekki, sko. Ertu ekki að finna hann? Nei. Það er að skrá sig úr. Hann hefur yfirgefið. Hann hefur yfirgefið hópinn. Nei, ég trúi því ekki. Við þurfum að sjá, ég skal leita betur. Þurfum að finna út þessu. Já, getur verið að klippa þetta bara út. Nei, við klippum þetta ekkert út. Ég man þetta mjög sterkt allavega. Já, ok. En hann hefur óvart, hann hefur aldrei þetta væri bara eitthvað svona, eitthvað dýp. Hljómar svolítið vel. Kemst maður eitthvað dýp hann? En sko, að því sögðu þá sko byrja nefna líka samstagsæðilar sem eru hérna með okkur. Diggi samstagsæðilar og sko nú er það góð leiga. Þú hefur nú talað fyrir því, Yngvi, í langan tíma að fyrirtæki ætti að nýta sér þennan leigumöguleika á að vera með sko bifreið á leigu. Ekkert vera að klína þessu á efnahagsreikningin. Nei. Settu þetta í rekstrarreikningin. Rétt. Það er bara útgjöld. Svo er það auðvitað hlunindin sem við þreytust ekki á að nefna eða vara við. Já. Ég held að margir kunna gleyma því. Og jólagjafanda sjálfur er að selja bílinn, sitja inn á láni eða eitthvað í staðinn. Já, segðu. Ekki spurning. Það eru að sjálfsögðu sem fyrr. Eða kaupa bara annan bíl á bílalánum og gefa frúnnan í jólagjöf. Var ekki einhvers sem gerði það? Var ekki einhver áhrifandi sem var það? Gaf bara eitthvað 90% skýraðan bíl? Jú. Við þurfum ekkert að fara nánar út í það hérna. Það er svo góð gjöf. Bara fara í bílalán, gefa frúnni bíl. Fólk hefur mismunandi hugsjónir í þessu. Og svo setur þú rekstrarlega fyrirtæki. Ég held við getum öll samanstuð það að leigubifreið, það er málið í dag, farið inn á goleiga.is, það er skólatilboð, það er með þess að sér tilboðsbílar. Svo er vetrarleigan að sjálfsögðu og þú fær 10.000 króna afslátt á fyrsta mánuði með því að skrifa inn Pingjan í athugasemd. Þetta er líka svo rúmst. Tryggingarnar inn í þessu, byrjuveggjöldin. Allt. Þjónustu skoðanir, bara viðhald, dekkin, allt ógeðið sem fylgið eiga bíl, góðsérum það. Góðsérum þetta. Þegar þeir fyrir, herðu, Gorilla, nú er náttúrulega, ég held að sé óætt að segja að það sé alltaf blúsandi. Blúsandi siglingu þar. Já. Og auðvitað þessi helstu afsláttadagar, afstaðnir. Herðu, sokkarnir sem við erum búin að tala um frá einu enni. Já.
það verður afsláttakóði í description. Hann að breyta honum, as we speak. Ok, já. Þannig að hann inn í Gorilla, þeir onboarduðu hann á einum degi, sagði hann sagði Egill, þetta Unreal maður. Það ekki langur tími. Nei, en sko það 13. DS. Gríðarlega hátt þjónustustig. Þú ert ekki á seinna að komast inn, eða þú ert að bugast. En þetta eru skilabúðin. Ég elska Egill í Gorilla. Ég að horfa á þetta, hvílíkur toppmaður. Heyri það sko, og þjónustustíðan líka eiginlega bara, það Unreal sko. Það bara, maður hefur alltaf heyrt annað eins, þannig að Gorilla ætti að vera þinn helsti viðkomstaður þegar ef þú ert með, vörur í sölu eða þess aftar, heyrið í Gorilla, þökkum þeim fyrir. Sko, múrbúðin, veitir, þú fórst á stúana? Ég fór á stúana. Ertu með einhvern djús, ég sá það nú, það nóg að ræða, sko. Þau hafa verið alveg svona ansi hörð í umfjöllun. Já. Undanfarið. Ég nefnilega sko, við þurfum eiginlega, þetta alveg striga kjaftur, graðnagli, Baldur Björnsson, stofnandi. Já, kannski ekki undanfarið, en svona bara Gegnum tíðina, já. Ég samt bara sjá hérna, ég nefnum ekki að fara með þetta, en bara síðast 2014, þá var hann eitthvað urðað yfir einhverja bankakalla í Blazerum og hann kallar ekki allt ömmu sína. Það rík saga þarna baki. Já, en sko, þér að segja, ég held þetta væri kannski svona 5 ára gömul búð, sko. Við erum ekki markkópurinn. Nei, við erum það vissulega ekki, en ég held þetta væri svona, ég held að væri eldri eining, ég viðurkenni það. Já, hefurðu giskað á fyrir hrun eða? Já, ég hefði giskað bara að þetta væri bara 1970 fyrirfram, að þetta væri bara eitthvað þannig, svona, sem væri bara rótgróið íslenskt fyrirtæki, sko, en þetta ekkert svo gamalt í sjálfsér, hvað, 20 ára merkið? 22. Að verða 25 ára næsta ári. Hæ? 25 ára, nei 30 ára sig. Já, 23, já, á næsta ári. Og hérna, það 2025, ég var að fatta það. En hérna, þetta langt harðasta nafnið. 2025 á næsta ári. Já, næsta ári, já. Þetta drullu hart nafn. Já, þetta múrbúðin. Já. Þetta múraðir að inn. Þetta grjóthart nafn, sko. Sko, tek ég aðeins frá þeim og blanda í research. Hefur starfsemi árið 2002, hefur frá upphæðu stemt að bjóða góða vörur og góð verði fyrir alla, alltaf. Þau segja sá árangur hafa alltaf náðast með hagkvæmum innkaupum, lítilli yfirbyggingu og lágri álagningu. Ég kem inn á þetta á eftir, en þeim til Hamps, getur maður kannski sagt, ég veit ekki, að hérna, þetta var alveg út í gegn. Til að hampa þeim? Já, þú veist, þau voru alveg consistent með þetta. Kom fram eins og þau farið að lenda í einhverju málingastríði og fleiri að ástæðan fyrir að þau gátu búið upp á lágverð var út í að þau voru að kaupa málingu af beint frá Byrgja sem einhverju hluta vegna sinnti ekki sjálfu markaðsendingu, þannig að það var ekki neitt krónu í auka yfirhalningu neinstæðar í keðjunni. Þetta svona, þetta ekki dálítið bónus svona? Jú, mögulega. Í þá áttina, hvernig þið komin á markað? Ég treysti mér samt ekki að fara í að skera úr hver ódýrastur á þessum markaði, því að það sko, það búið að vera hent hnífum fram og aftur, sko. Við sáum það bara á það svona 10 tannlausir sem hafa unnið þarna eftir að hafa lent í slagsmálum með einhverju bíkó og húsasmiðinni. Sko, þetta allan að sko að andra köldu á það milli. Já, það hefur gert það. Mér sýnist á öllu að stofnendur hafa verið Baldur Björnsson, graðanagli, sem að strega kjaftur og kallar ekki allt ömmu sína. Svo hérna maður framan af Rapp Valur Alfreðsson sem að hverfur virðist vera nokkuð fljótt af sviðinu en þó í einhverju umfjöllun alveg fram til 2004. Já, ok, já. Múrari. Sko, fyrst sinn þá voru þau með besta úrval landsins af múrefnum og viðgerðarefnum fyrir steypu. Það kemur nafnið, múrbúðin, sniðug. 2004 þá kemur þau að fara inn í málingu og grófdeildin kemur 2010. Í dag þetta síðan hreinsitæki sturtuklegar. Ég fer yfir grófdeildina eftir. Slakaðu. Þau eru með slókanið gott verð fyrir alla alltaf. En þekkir þú stefnuna? Já, þetta er ekki gæðavotta frá samtökum 78 því að þá verði það gott verð fyrir öll. Já, þú meinar. Já. Ég held að þetta verið síðasti vinnustæðar á landinu til að geta það vottun. Það ekki stefnan þarna. Já, getur glemt því. Hver svona stefnan? Sko, ég fann hérna miða utan á búðinni, það stendur, það stefna múrbúðarinnar að selja ekki börnum og úrlingum spraybrúsa. Já, herru, það hér sé ég viðskiptatækifæri fyrir okkur. Áhugavert, já. Það nefnilega alltaf heilla mig að selja börnum spraybrúsa. Já, einmitt, við getum þetta að skoða það. Þetta stóð á miða á búðum múrbúðarinnar. Já, kannski gapa markarum, hvað veit maður? Já, selja börnum spraybrúsa. Varst þú graffari eða? Nei, ég man að það var mikið að fólki, eða mönnum bara, strákum í kringum mig á sínum tíma sem að leituðu í þetta. Hefurðu krotað á vegg í undirgöngum? Ég held að í alvöru ekki.
Nei. Ég held ég haf aldrei gert það. Vinur minn, einn góður, var alltaf með, hann var með svona tagg. Já. Shy, það var taggið hans. Shy. Þetta ennþá út allt á Seltjarnarnesi, sko. Já, býtu, hvernig stafur það? Bara S-H-Y. Já, það ekkert ægi. Nafn hans verður ekki getið hér, það náttúrulega tilgangurinn. Sigurður Hólmar Ægisson. Nei. Nei, ok. Nei, sko, sagði ég æ? Nei, ég sagði það, ég er bara svona, ég er með valkvæða lesblindu í dag. Já, En sko, 2004, það er alveg þá sem að Hasanur byrjar. Þá opnaði málningavörudeildina sem að þeir sé hafa tekið í kringu 2 ár, þannig að þeir opna búðina og er í 2 ára að byrja að selja málingu. Það tekur sinn tíma. Þeir hafa verið obsessed á að valdefla neytendur. Og strax þegar þeir opna þá fara að benda á að verða máling á Íslandi hafa alltaf verið óeðlilega dýrt og mun hærra heldur en á nágrannalöndum. Benda á að það væri verðugt verkefni fyrir neytendasamtökin og jafnvel Samkeppniseftirlitið að skoða fákeppnismarkaðinn í byggingavörum og málingum. Svona koma þeir inn, sko. Var það beint í bara kerfið? Þar segja líka í auglýsingu að afsláttafyrirkomulag slævi verðvitund og listaverð á Íslandi mjög hátt. En það er síðan misjafnt hvað fólk kemst upp með að prúta eða verktakar með mikla afslætti. Og við ræddum þetta í svona þætti 7 hjá okkur. Hvað eru búin að taka marga þætti? Já, 250 og eitthvað. Já, ársreikninga. Nei, bara 100 ársreikninga. Kringum 100, já. Mjög snemma, ég man ekki einu sinni hvort við höfum tekið hvaða málingabúð tókum við aftur? Það var ekki Harpa Sjöfn eða eitthvað? Nei, máling, tókum bara málingu. Bara HF, já. Þá vorum við að tala sko, þú ert ekki með maður með mönnum að lappin í málingabúð nema að fá svona 40% afslátt. Nánast án þess að spyrja um það. Ég velta aðeins vöngum yfir þessu hérna á eftir, sko. Þessi viðskiptahættir voru greinilega byrjaðir 2004 og þetta er það sem múrbúðin bara fór í stríð við. Hluti af því að fara í lofti með þessar þessa málingaverslun var að eigandinn þá, Baldur Björnsson, byrjaði bara ítrekað að hjóla í Bíkó húsasmiðuna bæði í ummælum og auglýsingum og ég ætla að lesa hérna nokkur auglýsingar, ég hendi kannski á Twitter mitt auglýsingunum, en hjá okkur fá allir góð verð, við erum ekkert að kasta ryk í augu fólks og allir skilja verðin eru eins og eru. Ég er ekki verið að kasta henni inn að ríki, það er nokkuð ljóst. Svo er bara auglýsingar frá þeim, verðstríð á málingavörumarkanum og okkur alla málingavörur á sanngjörnum verði. Það er enda markasetning sko, sem selur sér sjálf að segja bara verðstríð. Það vekur bara instant athygli. Já, svo myndur spyrja hérna, eru þið í stríði? Nei, bara múrbúðin stríði við alla. Svo kom þessi hérna, hvort viltu afslátt eða gott verð? Og hérna aðeins lengri texti að sér bara að tala að neytendur elta ruglið, það er ekki þeim að kenna heldur Muskó-væðingunni í viðskiptaliðinu og ég held að Muskó sé ég held að það sé máling sem Bíkó var að selja ég held það við setjum ekki spreytt á þetta Muskó-væðing og bara tala að útsala tilboð og afsláttur eru misnotuð orð þetta eru alvöru auglýsingar, það er verið að hjóla í samkeppnina þetta drónu síðan dilka á eftir sér því að það gerist á endanum að múrbúðin kæri Bíkó kæri tilbaka til neytendastofu fyrra í apríl, seinna í maí svo er Karl Otto framkvæmdastjóri segist þreyttur á gillibóðum hinna þeir eru að blekkja neytendur þetta verður alvöru tricks en í dæmi, eða sko í grunninn er dæmi þannig að þetta var þessi klassíska leið sem að þið áttunni fóru með að stað árið mánuðinu kostar 100 og þú fær 20% afslátt sem þá kannski 80 skall sem þú borgar fyrir áttuna 2 vikur seinna þá er plótinu búin að hækka verðu upp í 150 og ætlar að veita kannski 40% afslátt og þá er mánuðurinn á þú er að reikna fyrir mig sem bara 100 bara svo þetta endi í sama aftur sko þannig að þetta er svona gillibóðum sem að þið voru að reikna út spólum aðeins til 2010 þá var nýbúið að ráða einhvern meistara í forstöðumann grófvörudeildar og þú spurðir hvað er grófvörudeild það er þegar þú ert að selja meðal annars skipsplötur milliveggjastoðir, krossvið, spónaplötur móta krossvið steinullar einangrun það er grófara og heflaða og styrklega flokkað byggingatimtur. Já, þú hefur last út í það. Ég vissi ekkert hvað þetta var, sko, en ég ber mikla aðdáðan til þeirra sem hafa unni við að vera forstöðumenn, grófvörudeilda. Heyrðu, eiginlega bara leið og þetta er stofnað. Þá gerist það einn örlaðan einhvern dag að múrbúðin fær símtal
frá húsasmiðinni Já. sem þessi forstöðumaður Hvar eru tímalinu hérna? Við erum 2010 Já. og þá var verið að spurja hvort þeir hefðu áhuga að stilla sig aðeins af með verðin og hann hérna var ekki alveg til í þetta en einhver hluta vegna gerist það hringt aftur að spurja þennan gjörning og forstöðumaðurinn var klár þarna að láta Baldur framkvæmdastjóra hlusta á símtalið hann brást ókvæða við hlusta á símtalið brunaði niður samkynnseftirlit og lét vita löngsaga stöðugt þetta endaði með því að Bíkó fekk 650 milljón króna sekt það voru 12 manns ákærðir einn fekk 18 mánaða fangelsi og fleira upprunlega sem sagt samkynnseftirlitu bara hjólaði í þetta og þá hafði bara verið eitthvað massíft verðsamráð þannig í gangi þar sem að menn höfðu verið að hringja á milli og stilla af verð það náttúrulega svona hinu gráa svæði já, það á gráa svæði svo mál tapaðist upprunni í héraðsdómi og þá haft eftir Baldri það eru bara fíblið sem héraðsdómi þannig að hann sé já, hvað heitir þetta aftur? Þú síknaru, nei, þú Challenger, hvað aftur? Áfrýjar og þetta vinst í Hæstarétt, þá var hann hinn ánægasti hvað voru þetta út eða? Já, við aðeins, nei, þetta allt í góðu Já, svo þetta svo geggjað, þú tapar í héraðsdómi það eru bara fíblið sem héraðsdómi þetta svona, þetta ekki máltækið með þegar fíblónum fjölgar í kringu þig þá komið tími til að lítið einn barm, ég veit ekki ég veit ekki það eru bara allir fíbli í héraðsdómi sko, svo var miklu meira fjör í hruninu að ég held að húsasmiðan hafi farið í þrot 2007-2008 eða lendir í að vera yfirtekið af Landsbankanum og framkvæmdastjórar múrbúðarinnar voru ekki par sáttir með þetta þannig að þeir sendu kvörtun til ESA og kærðu held í íslenska ríkið töldu að hér fæli í sér ólögmætur ríkistyrkur í skilningi 61. greinar EES samningsins þar að segja að banki í eigu ríkisins gæti átt þá held ég að Landsbankinn hafa líka verið komin undir ríkið svo gerist það 2012 að Baldur þarf að borga 300 krónur í bætur fyrir að hafa sagt að móðurfélag Bíkó væri í gjörgæslu bankana hann sagði þess að orðrétt byggingavörur á líknardeild bankana móðurfélag Bíkó og svo náttúrulega kæraðir hann að ríkið svo var ég að finna einhver ummæli frá 2013, 14, 15 þarna með blazerana og jakkafötin en 2016 þá held ég hann kalli þetta gott og selur 65% hlut í MBKF sem eru títtnefndir sem fyrrum móðurfélag í rauninni múrbúðarinnar og núna þetta samstæða og hluta því fréttagjörningi þegar hann tilkynir nýja eigendur að segja að hann hafi litist betur á þá heldur en lífeyrissjóði sem hann ekki vilja sjá eða segir að þessi maður með harðar skoðanir segir þá farsælli en einhvern fjárfestingasjóði eigu lífeyrissjóða sem hann hætti við Exit prísinn, er hann þekktur eða? Ég ekki með það, ég ætla að fara í þá rannsóknarvinnu og ég alveg búinn 2021, það var aftur kom bíf í húsasmiðina út af verðauðlýsingum í þetta skipti hjólar húsasmiðan í þau fyrir einhverja samanburðarauðlýsing á Colorex málingu og Lady 10 Jöfull, maður hefur nóg að gera Já, það bara það er helviti gjöfult að vera lögfræðingur í þessu byggingavörumarkaði að kæra fram og tilbaka sko húsasmiðan vinnu það mál en mér sýnist að Neytendastofa ætlaði ekkert að gera í þessu þannig að þeir hafa örugglega bara fengið skam á puttana og svo er það einn útudúr svona skemmtilegt að Baldur ef þú ættir að giska svona hvaða blæti hann væri með, hvað myndir þú halda? Já, þú veist iðnaðarblæti, er það ekki Já, blæti er kannski ekki alveg rétt orði en hann var mikill bílakall það var svona það sem ég var að reyna þefa uppi það er svona vill oft haldast í hendur sko það er samt verið gott ef þú sagt að hann væri mikill rasakall eða eitthvað svoleiðis Nei, ég hef nú ekki þú hugsaði það en það varð upp í Fótur og Fit árið 2014 þegar byrtist mynda rauðum Ferrari fyrir utan aðalskoðun og þetta er svona árdaði internetsins þar sem fólk fyrir að leita upp í eigandan því að það átti ekki margir það var alltaf talað að væri 2 Ferrari á Íslandi ég held að þeim hafi nú eitthvað fjölgað samt sko Já, þetta er bara rétt eftir hrun og þjóðfélaga rétt úr kútnum
og þá er allt vitlaust þegar þessi rauðu Ferrari einhvers staðar og þá finnst eigandinn sem er leikskólakennarinn Matthildur Guðbrandsdóttir eiginkona Baldurs og hann steg fram og sagði að hann væri mikill bílakall þannig að ég held að sögum minni ljúki hér svo gerist það 2021 já, þá er samrunnin já, það verður samrunnin móður og dótturfélags svo kallar gangbang já, emitt, if you like bara, og hérna Baldur lætur sig hverfa já, hann fer endalega af sviðinu og herri, þá held ég grípi bara boltan og sko eignarhaldið, ég er nú ekki fara að þræða það alveg til enda, þetta eru sem sagt 4 aðilar sem sagt 3 lögaðilar eða fyrirtæki sem eru hérna komað eignarhaldinu og svo Páll Ólafsson er með 5% hlutdeild svo er hérna fyrirtæki sem eignarhaldsfélag Zarathustra það er eitt mjög einkennandi við hann brosir aldrei á myndum sko. Ég myndi aldrei þóra að mæta þessi manni sko. Ég held að hérna hann er grjótharður sko Baldur Björnsson en eins og ég segi það er hérna Zarathustra EHF á hérna 9% svo er það Vindhamar EHF sem á 29% og svo Vogabakki EHF það er stærsti hluthafi með 58% og bak við Vogabakka eru Friðrik Hallbjörn Karlsson sem að fer með 29,7% eignarhlut Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir 29,7% og áður nefndur Árni Hauksson stærstur 40,53% í þessum Vogabakka EHF sem að fer með 58% hlutdeild í múrbúðinni. Þú manst eftir Zarathustra eða ekki? Hæ? Zarathustra? Já. Manst ekki eftir þessu? Nei. Þetta var íranskur trúarleiðtogi og það var engu logið. Já. Manst ekki eftir þessu eða? Nei. Hvað meinar þú? Er þetta eitthvað sem maður á að vera allra vitund eða? Já, sumir tóku kristnifræði, ég tóku íranska fræði. Já, þú tókst íranska. Sem hlutaði minni inngildingu í íslenskt samfélag. Talsmaður trúabragðafræði. Já. Herðu, sko, eins og ég segi, eignarhaldið, það er svona, já, þú veist, nokkuð skýrt orðið. Ég verð ekki með neina svona rekstralega forsögu þannig séð, ég ætla að líta yfir ársending 2023 en eins og maður á nú til með að gera þá kík ég kannski aðeins í baksýnisspegilin einhvers staðar en okkur er annars bara ekkert að vandbúnaði annað en að demba okkur í rekstrareikningin sem er að sjálfsögðu einhverju í búið Teygja og þú veist þessi netverslunardagar sem að hvað er 2 vikur síðan að þeir kláruðust ég hef ekki heyrt neitt annað, heldur hann góða hluti hvað Teygja stóð sér vel. Já, hann bara rann allt í gegn. Helviti smúð. Mókaðist allt í gegn. Greitt daginn eftir. Það skiptir miklu máli núna fram í jólum. Því að allt sem þú selur í dag, ef þú ert að reyna að selja núna fram á 24. Taktu peningin sem kemur frá Teygja á morgun, sett hann í Facebook ads strax í dag. Já, ég meina, þú veist. Þetta er bara, þetta er vesturhæði peninga, ég búið til peninga. Nei, bara svona, algjörlega. Þú veist, sérstaklega að þú ert í svona törn eins og jól eru, að fá greitt daginn eftir þú veist, skiptir öllu máli. Já, og bara meira í auðlýsingar í dag. Já, ekki spurning, góðu velturhraði þarna. Rétt. Farið inn á teygja.is, kynnið ykkur málið og eins og við hefum nú sagt, þetta er orðin slagorð, ekki láta bukta þig og beygja. Komdu í Teygja þökkum þeim fyrir herðu við byrjum að sjálfsögðu á rekstrarreikningnum og það eru tekjur fyrstar og þetta er rauninni met ár hjá þeim hvað varðar veltu við erum að tala tæplega 1670 milljónir eða rétt tæpur 1,7 milljarður og þetta er náttúrulega þetta eru auðvitað svakalega tölur og ég fór aðeins að kíkja svona í baksýnisspegilinn og það er eiginlega búin að vera alveg sko já, nánast sturlaðu vöxtur ég ætla að segja það, við skulum kalla hann ævintýralegan síðustu svona 5 rekstrarár frá 2018 hafa tekjur aukist sko nokkuð statt og stöðu náttúrulega tiltekið 12,2% að meðaltali þar ber stærsta ábyrgð sko COVID árið 2020 þá datt Íslendingurinn náttúrulega í eitthvað framkvæmdar æði í rauninni hafði ekkert með hann uppsafnaða sparnað að gera nema bara að gera upp heimilið og fekk auðvitað vaskin endurgreiddan hann í þokkabót bara ekki 100% allir vinna, jú, ég held að mér sé verið 100% þá sem samt mjög gott átak til að sporta gegn svartri atvinnustarfsemi sem að gleymist algjörlega sko en það er ennþá endurgreiðsla í boði hún er 35% já. og ég hef með teirt sko
að það sé lítið það væri gaman að fá tölur þannig að ég bara hans slaka á en ég heyrði að það væri eiginlega ekkert að gera í þessu núna eftir þetta fór niður 35% og svona einkenning væntanlega út af því að fólkin er ekki að spá í þessu og þá er kannski meira viltu ekki bara fara í Hraðbanka? Já, einmitt góða punktur sko Þannig þetta spórna gegn svartri atvinnustarfsemi en hérna líka vöxt hjá iðnvörubúðum og þú veist og það er augljóst að það hafði áhrif því að sko frá 2019 fara tekjur úr 1066 miljónum í 1390 miljónir 2020 sem er rúmlega 30% vöxtur á milli ára og en þú veist síðan hefur þetta vaxið bara nokkuð stöðugt eftir það 8,8% vöxtur hérna milli 2003 og 2022 sem dæmi og frá 2018 til 2023 þarna á milli liggur 78% vöxtur, takk fyrir þannig að tekjuaukningin ein og sér, hún til fyrirmyndar en við skulum sjá hvernig restin lítur út og hérna förum í útgjöldin þeim er skipt í 4 flokka það kostnaður verð seldra vara, laun og launatengd gjöld, skrifstofu og stjórnunarkostnaður og svo önnur ekstragjöld í rauninni bara annar ekstrakostnaður og ef við byrjum á kostnaður verð seldra vara þá getum við náttúrulega séð bara reyna álagningu í sjálfu sér ég er nokkuð vissum að múrbúðin sé ekki bjóð upp á neina svona þjónustu sem slíka er þetta ekki bara góð þjónustu? Já, þú veist, ég er að segja skilu, þetta er bara hrein vörusala Já Eru þau að heldur þú sé að eitthvað að leigja út verktaka eða eitthvað þannig eða? Nei, leigja út verktaka? Nei, það held ég ekki Nei, leigja út starfsfólk eða þú veist það fattur þú? Ég skal tjekka ég veit ekki, en þú veist þetta Nei, mér sýnist ekki. Ég gerir fastlega ráð fyrir að megin hluti að megin þorri sölunar sé bara hrein vörusala. Já. Svo ættum að geta verið með nokkuð nákvæmar svona meðalálagningu hjá þeim fyrir árið 2023 en kostnaðarverð seldra vara hjá þeim var rétt rúmar 905 milljónir og vörusalan eins og ég nefndi áðan 1670 milljónir og það að gefa okkur 84,3% álagningu sem ég myndi segja væri svona bara meðalhófleg álagning. Þetta er náttúrulega eitt bara svona helsti retail landsins fyrir iðnaðarmenn en svo má þetta ekki gleyma það eru þarna 2 risar sem eru Bíkó og Húsasmiðjan og ég skoðaði álagningu hjá þeim Bíkó 47,9% og Húsasmiðjan 51,7% en sko með Húsasmiðjuna það er vissulega blómaval þarna inni sem að skekkir þú veist, skoðaði til dæmis að ganni mínu hérna árseiningi hjá Garðheimum, þau eru með tæplega 2-fald álagningu 100% sko. Já. Þannig að kannski, þú veist, meiri framleiða blómum, ég skal ekki segja. Þú veist með hvað, Húsasmiðjan í 51,7 og Bíkó 47,9 í álagningu. Já. Og þú veist. Tókstu aðra tekjur út úr þessu eða? Já, þetta var í rauninni bara hrein vörusala sko. Já, ok, sniður. Þannig að hérna, en ég klikkaði á því. Já, ég skal ekki segja 84,3%, þú veist, þetta er náttúrulega talsvert bara minni eining heldur en Bíkó og Húsasmiðjan. En sko, svo langar mig að koma inn á, þú veist, þessi afsláttarkjör hjá iðnaðarmönnum. Já, en eitt getur við adressaða bara strax, þessi markaðir. Þeir eru unplayable hérna, Bíkó og Húsasmiðjan. Já, þú veist, í raun, sko. 29 milljarðar veltu, 26,6. Já, en sko. Svo er Báhás með 4,6 og Múrbúðin 1,6 milljarð. Báhás er svona lítið. Báhás. Já. Það er samt svona lítið. Bíkó er náttúrulega mörg location og Húsasmiðjan líka. Já, en ég er með skemmtilega staðrend með það. Báhás er bara á einu stað. Þannig að það velti bara 4,6 milljarðum hérna á þessum eina stað. Ég held að Báhás sé svona samkeppnishæfasta eða þú veist, samanburðarhæfasta sko. Já, við Múrbúðina. Frekar en Bíkó og Húsasmiðjan. Já. Það væri samt geðveikt að þeir myndu bara kaupa eitthvað risahús sem væri bara Múrbúðin. Já. Bara eitthvað steift. Já. Eitthvað geðveikt hús. Múrað hús. Já, þú veist, Báhás er bara svona hús sem þú tengir við. Já, vissulega, það er rétt. Að bara Múrbúðin er bara eitt location hérna, hliðin á Hvalasafninu eða eitthvað. Já. Bara múrhús. Þau eru náttúrulega með bara þarna, hvar eru þau á hérna Stitta Baldri að fokka á samkendina eða eitthvað. Hvað séu þau? Bara eitthvað svona legendary myndabónum Fá bara stitta á Baldri. Já. En sko, já, með þessi afsláttarkjör hjá iðnaðarmönnum. Já, hvað er með það? Já, þú veist, ég er í raun ekkert með neitt en þú veist, mér finnst bara svo áhört að sjá hversu stór hluti af færslum eru með afsláttum sko. Já, sammála. Sko því að í sjálfu sér við erum að telja álagningu út frá seldum vörum en ekki út frá verði í búð sko. Þannig að auðvitað skekkja afslættir
og við vitum að, þú veist, iðnaðarmenn fá allt upp í, maður hefur heyrt alveg upp í 50%, 50-60% sko. Þannig að hérna en þú veist, hvað sem því líður þá bara kostnaðarverð seldra vara 905 milljónir og álagning í kringum 84% og þetta hefur haldist alveg fyrirlega stabilt hjá þeim síðustu rekstrarár, svona bilinu 80 til 90% að minnstakosti frá 2018 og það greinilega komið bara góð reynsla á þetta, hans stöðugt fyrirbæri múrbúðin. Nú þá skulum við kíkja á laun og launatengd gjöld, þau eru samtals 325 milljónir og að því sjáum við hérna 263 milljónir renna í hrein laun til starfsmanna, restinni það sem við köllum launatengt gjöld, lífeyrissjóður, starfsmannakostnaður og svo framvegis. Nú, samkvæmt ársreikning eru 26 ársverk hjá múrbúðinni og ef við deilum hreinum launum með ársverkunum þá fáum við meðalaun upp á 843.000 krónur per starfsmann, sem nú bara frekar öflugt og við erum svo sem ekki að sjá þessa tölur á hverjum degi að mesta kosti. Þannig að 843.000. Já, í svona starfi. Já, ég veit ekki, þú veist, þetta eru 26 ársverk, einhver á gólfinu, einhver á skrifstofunni og svo er framkvæmdastjóri vissulega inn í þessu sko. Já. En þú veist, þetta eru bara meðalaun, þetta eru bara tölur sem við erum að vinna með, svo sem höfum brent í og þetta er hæsti meðalaunakostnaður? Þetta er hæsti meðalaunakostnaður? Lægst launin hjá Bíkó? Já, er það? Já. Þannig að hérna bara svona til að glögga og segja já, þú ert með launakost eða þú tekur launatindu gjöldin líka, eða ekki? Jú, eða þú veist, þetta eru 12,5 milljónir á kjaft á ári hjá Bíkó er á 9,9 10,6 hjá Bíkó þannig að múrbúðin er að gera best þarna? Já, við séum starfsfólk, við séum störa enda fæst og ekki alveg saman kannski stærða Nei, og vera með einhvern bólugrafin Já Það er nokkið vera fólk samt það? Nei, það bara veit ekki neitt Ég hef svolítið fundið það núna Já, það er vissulega kannski Þú veist að þú ert með starfsmann sem veit ekki neitt þegar ég veit meir málinguna sem ég er að leita heldur en hann eða hún eins og ég lendi í hérna í Kópavogi ítrekka nýlega Kemur með reynslunni Nú, herðu, Cox plus laun, það eru þetta eitthvað sem verður að skoða hér það er að segja kostnaðarverð seldra vara plus laun og launatengd gjöld það eru samtals 1230 milljónir eða 73,8% af veltunni hjá þeim og það er nú bara vel sloppið, myndi ég segja, þú veist, þetta er svona retail og þú veist, ég hefði á tilfinningunum bara, viti hvað þau séu að gera þarna í þessum rekstri 73,8, já, ég myndi segja að það veri bara nokkuð heilbritt Yfir 80, já, bæði Bíkó og húsasmiðinu Já, það er yfir 80 Slátraðum Þetta er vel rekið, það er nokkuð ljóst en sko, næsti útgjaldaliður skrifstof og stjórnunarkostnaður þessi útgjaldaliður er náttúrulega örsjaldan sundurliðaður og það er því miður það sama upp á teningnum í þetta skiptið og það er ekki mig þú veist, mér langar að komast í djúsin hvað er verið að eyða þarna í en skrifstof og stjórnunarkostnaður múrbúðurinnar var 69 milljónir og þetta getur auðvitað verið bara allt frá pappírskostnaði og upp í einhverja aðkeypta þjónustu en svo er það annar rekstrakostnaður eða önnur rekstragjöld eins og það heitir hjá þeim og þar eru við með 172 milljónir rúmar og hér eru leigugreiðslur yfirleitt stór hluti en það virðist ekki eiga við hjá þeim því það kemur fram hérna í skýringum að langtíma leigusamningar séu óverulegir Þannig það er aldrei að vita nema þau eigi húsnæði við kannski komast að því hérna í efnahagsreikningum Já, ég ætla ekki að skúpa, ég þori ekki að skúpa En eins og ég segi 172 milljónir í annar rekstrarkostnað og Guð má vita hvað leynist þar við komast í miður ekki að því hér í dag En þá eru þessir útgjaldaliðir allir upptaldir og það skilur okkur eftir með EBITU upp á rúmar 202 milljónir sem er 12,1% framlegð og örlítið larra núna en svona síðustu 2-3 rekstrarár ekki mikið samt voru í kringu svona 13-14 já, sko voru í 14,3% síðustu 2 ár þannig að þetta er ekkert svo slæmt í raun bara nokkuð vel á sig vikið nú svo eru hérna afskriftir upp á 24 milljónir og þar erum við blöndu af óefnislegum eignum og efnislegum eignum óefnislegar eignir þau eru afskrifað það um 10 milljónir og efnislegu eignir 14 þau eru annar hérna út í eignir félagsins á eftir Nú, þá erum við bara komin að fjármunatekjum og gjöldum þau eru eitthvað skuldsett þannig að það er smá gír á þeim ekkert alvarlegt samt, þau eru að greiða tæpar 12 milljónir í vaxtagjöld Hugsaði samt eitt, hvað þetta er geggjað hérna 5 ára
EBITDA-n, meðaltals EBITDA hjá þeim fram í COVID 84 milljónir Já. síðan COVID 202 bara Já. on par við Já. þú veist, hvað er þetta? 2,2x 2,2x betri EBITDA á ári heldur en árun og undan Já. þannig að þú veist, mögulega er það bara einhvers tegund af stærðarhagkvæmni þegar þú kemst í ákveðna veldu Já. eða það er bara verið að Svo er náttúrulega líka má ekki gleyma sko sameiningunni sem átti sér stað en ég meina þau voru í 183 milljónum í EBIT 2020 ára sameiningin átti sér stað Já. Ég held að þetta hafi í rauninni bara verið sameining sko, reksturinn hafi alltaf farið fram á þessari kennitölu sko en svo eru fasteignir og fleira í spilinu sem að kom inn á eftir en vissulega, þetta er rétt sem þú segir að það er, þau hafa hérna margfaldað EBIT-u í raun eftir COVID sko Já. Nú, já, fjármunatekjur og gjöld já, þau eru að greiða 12 milljónir í vaxtagjöld svo var gengistap hérna upp á 2,3 milljónir en svo er ljóst, sko, það er nokkuð ljóst að lausafjárstaðan hjá þeim er sterk nánar það á eftir kannski en vaxtatekjur félagsins voru 8,6 milljónir króna munar nú minna og þetta eru bara, þú veist, vaxtatekjur af innlánsreikningum eða einhverju svona eða þú veist, bara reiðufjárreikningum Þannig nettó fjármagnskostnaður er 6,9 milljónir nettó, neikvætt kostnaður og þá er ekkert annað eftir en að reikna bara út hagnaðinn en hagnaður múrbúðarinnar árið 2023 voru 172 milljónir fyrir skatt og 136 eftir sem er nú bara stórgóður árangur 8,1% hagnaðarhlutfall svona örlítið lægra enn síðustu ár svona síðustu 4 rekstra ár þau hafa verið svona, helviti öflug öll á bilinu svona 8-9% hagnaðarhlutfall þannig að, og þetta eru sko 525 milljónir í hreinan hagnað á þessum 4 árum 123 hérna 2021 127 22 139 2023 og 136 hérna 2024 nei, sorry, hérna 23 136 milljónir ekki ljúga nei, sorry þannig að hérna þetta er bara ansi vel að sé vikið hjá þeim fínasta prentvél sem við erum með hérna og ég sé ekki að stefni í eitthvað blekleysi en trátt fyrir þennan Heyrðu, þau eru bara búin að múra hagnaðinn inni Já, við skulum kíkja á efnahagsreikninginn þá getum við kannski séð það en hérna sko, þrátt fyrir þennan flotta árangur síðustu ár þá sýnist mér á öllu er hvergi pumpa út arði Hún lígur því það er bara legið á þessu já, en sko að vísu hafa skuldi verið greidda niður nokkur hratt og örugglega á þessum árum hérna, ég kom nánar inn á það eftir en þetta er allan að stórgóður árangur ertu með eitthvað samanburð við hinn félögin hvað var að hagnað, þú veist, þessu hagnaðarhlutfall já, ég er með hagnaðarhlutfall þetta er náttúrulega retail og 8% hreint hagnaðarhlutfall er ekki slæmt sko nei, við erum að tala 8% í Bauhaus 3% hjá húsasmiðunni og 4% hjá Biko Já, ok, já, Bauhaus er hérna á svipuðum slóðum, hvað þetta var? Já, svo er ég með hérna, til við gerum ekki Fendimanskvarðan, þá er ég með tekið upp búð á eftir Já, ok, já, geðut, herru, já, hlakka til Herru, sko, rekstrarreikning lokið, við skulum bara demba okkur í efnahagsreikningin og hann er í boði myntkaupa Já Og það er búið að vera mikið fjör þar og þetta er auðvitað okkar helsta miðstöð fyrir rafmyntir og eiginlega, sko, ég var að spá í þessu daginn, það er eiginlega ótrúlegt fyrir jafn lítið land og Ísland að eiga svona góðan innvið í hvað var að rafmyntir, sko. Já, þetta er rosalegt, þú getur keypt Bitcoin á undir 5 mínútum. Já, eða bara, þú veist, tíminn sem þetta er engin tími og þú veist, ekki bara Bitcoin og þú veist, þetta er bara, það eru komur ansi margar myntir að inn. Og meðal annars Solana og Ethereum og Doge og fleiri góðar þannig að fyrirtækjaeigendur sérstaklega hvattir til þess að sitja smá pening í þetta Já, og það er, ég meina legit, skilur það að fyrirtæki eru farin að kaupa rafmyntir Já, þegar gengi byrjar að veikjast yfir einhverjum skattahækkunum þá er ágætt að vera hedgeað bara í Bitcoin og svo það sé tekið fram að þá er þetta er alltaf regulerað þetta er bara skráning hjá fjármálaeftirlitinu og ég veit ekki hvað Herru, svo líka vil ég nefna það að þú getur meira þess að aurað inn á þetta fengi bara instant
bara instant inneign. Þetta. Þannig að við þökkum Myntkaup kærlega fyrir samstarfið og dembum okkur í efnahagsreining og byrjum þar á eignum, en heildar eignir félagsins er 1,1 milljarður og af því eru 390 milljónir sem flokka sem fastafjármunir og þar undir eru að sjá stærst húseignir og lóðir 288 milljónir króna og þessi liður eru að bætast við sameiningu múrbúðurinnar og móðurfélagsins MBKF Já, og systurfélagsins MBKF 1. Já. Hvað varst að fara að segja? Nei, bara það sem að gerist í Þetta er þarna 2021. Já, milli 2020 og 2021 þá eiginlega tvöfaldaði eignastöðu félagsins. Já. Og er það ekki ákveðnir fastafjármunir sem eru að koma inn í... Já, það hefur með það að gera, eins og ég segi, þetta er svona, móðurfélagið hefur, það er rauninni systurfélagið, KF1 átti fasteignuna að þér verist. Já. Og svo er þetta allt, þessu er öllu böndla saman þarna bara í eitt félag undir múrbúðinni HF. Já. Og þetta er svona öfugur kaldalónsnúningur einhver. Já, þetta er öfugur samruni. Já. Ja, öfugt real estate play. Já. Vanlega að henda fasteignin út. Já. Þannig eftir að henda henni inn. Þú ert að henda henni inn, Já. En þetta, já, eins og ég segi. Er það heita vatn eða? Hæ? Hitti kalda lón strategian. Já. Hitti þetta á heita vatn. Staðin fyrir heitt og kalt. Já, þú verður kannski að heyra bara í Jón Þór og... Heiti sjór. Þetta er heita sjór. Heiti sjór, já, skemmtilegt. Já, ég skal ekki segja, en til að halda aðeins áfram með þetta reynum að halda þræði. Kemur inn til þess er ég hérna. 2021 koma inn lóður og húseign fyrir 307 milljónir sem hefur auðvitað verið afskrifað síðan niður í áðurnefndar 288 milljónir og máli er, það kemur hvergi fram hvaða fasteign þetta nákvæmlega er. Það mér gruna nú að þetta sé þegar einn húsnæði þarna á var þetta ekki Klettháls? Jú, Klettháls, já. Og svo það sé tekið fram það er fasteignamat þessar húseignar tæpar 355 milljónir og brunabótamat 557. Þannig að ég er ekki með nákvæmlega tímasendingu hvenar þessi fasteign er keypt Nei. En varst þú með eitthvað nánar upplýsingar um það? Nei, bara ég sá þetta inn í efnahagsreikningnum þarna einhvern tíma fyrir löngu. Þannig að þau eru örugglega búin að eiga þetta í langan tíma. Já, ég gerir ráð fyrir því. En Baldur fastu fyrir, hann er svona fasteigna kallur örugglega. Baldur? Já, hann hefur fastur en hann sanngjarn. hefur örugglega fyrsta sem hann keypti var bara steypan sjálf Já, svo nokkru bílar. Já, einmitt. Hvað veit maður? En herðu, næsti liður undir fastafjármunum það er viðskiptavild og það er þessi óefnislega eign sem var afskrifuð 10 milljónir. Hún myndast þarna við sameininguna og hún er afskrifuð bara línulega á 10 árum og stendur í 72 milljónir núna, var upphaflega 103 milljónir, svo þetta er fært niður 10% á ári 10% á ári af upphaflegum höfustól. Og þú veist, hér er þarna þú veist, þegar þú ert undir þessum bókhaldsstaðli þarna IFRS þá ertu heldur skilduð til að gera virðisrýrnunarpróf. Getur ekki farið í þessa línulegu afskrift eins og þau eru að gera. En það vill svo til að þau eru samt þau eru að fara í þetta svokallaða virðisrýrnunarpróf sem við verðum duglegir að fjalla um og það kemur fram í ársreining bara að hún er gerð bara stjórnendur félagsins. En svo er það tekið fram að það hefur ekki ennþá tilefni til að færa viðskiptavildana niður umfram þessa hefðbundnu afskrift, svo það er allt gott og blessað. Það er engin sérstætt áhugamál hjá Árna. Já, hvað veit ég? Ég fæ að gera virðisrýrnunarpróf, það er mitt. Þið hinn reggið þetta og gera það sér viljið. Það verður ekki svo allt árið. Monitor þetta dag frá degi. Ég held að þetta sé bara eitthvað Excel-skjal. Já, með grunna það Ég held að það sé ekkit flóknara í grunninn Nei. En eins og ég segi, ég held að þau sé ekkert skildu til að gera það, en þau taka þetta allan fram. En síðasti liðurinn undir fastafjármunum eru svo bifreiðar, innréttingar, tæki og áhöld og það er 31 milljón króna á bókfæru virði samtals. Bifreiðar 13,3 milljónir og innréttingar, tæki og áhöld samtals 17,7. Þannig að fastafjármunir upptaldir 391 milljón, takk fyrir. Herðu, þá er það bara veltufjármunir. Svona örlítið meira líf þar en það bókfært virði við erum með 710 milljónir króna af veltufjármunum og
ef við byrjum bara hérna á byrðum, það stærðið bara 418 milljónir sem svona nokkuð stór lager, myndi ég halda. Gefur veltur hafa byrða upp á 2,13 sem sem sagt 171 dagur í biðtíma. Það að segja að út frá þessum tölum, meðalstöðu byrða, að þá eru þau að velta lagernum svona rétt rúmlega 2 ári. Og ég myndi ekki ganga svo langt að segja að þetta sé óeðlilegt. Þetta náttúrulega bara vörur með ákveðis líftíma sem að þarna eru, sko. Já, þetta mega fullkomið. Já, ég bara held það. Og mér verður bara strax hugsað til þess að málinga þátt. Hvernig þeir sem að voru ekki að framleiða sjálf voru með miklu herri viðskiptahraða heldur en þeir sem að voru að kaupa inn svona byrðið til endursölu. Ertu með eitthvað, ertu með Bauhaus eða? Nei, ég tók hvorugt hérna. Þú veist, það er svo sem sko, já, það væri eiginlega... Og tíma, hvað þetta eru stóra og leiðilegar upphæðir? Já, það væri svindl að taka húsasmiðuna inn í þetta til dæmis. Já, ég hefði að taka Bauhaus. Ég Bauhaus átti ekki pínu svindl líka út því að það kemur allt frá móðufélaginu. Það samt áhört að sjá munin. Já, fyrirgefðu. Nei, ekki stress, okkur verður öllum á hérna. Mér finnst það alveg ömulegt af mér. Þetta er bara, svona þetta. En, herðu, ok, byrðir komnar. Eftir byrðum erum við með viðskipta kröfur upp á tæpar 49 milljónir. Svo hérna aðra skammtíma kröfur fyrir tæpar 2 og svo stærð sem heitir fyrirframgreitu kostnaður upp á tæpar 10 milljónir. Og sko í því felst innborgun til birgja vegna vara sem ekki hafa verið afhentar múrbúðinni, kemur hérna fram. Þannig að þá vitum við það. En svo það hérna síðasta stærðin undir veltufjármunum, það kóngurinn sjálfur, cash, handbært 232 milljónir, takk fyrir. Já, þetta hún stútfulljaðan pingjan í raun þetta sko ótrúleg lausafjárstaða hjá þeim, kannski förum nánar út í það eftir. En þau allan að liggja þarna á pingjunni. Það nokkuð ljóst, veltufjármunir samtals 710 milljónir og heildareignir 1,1 milljarður. Og þá þræðum við bara yfir í skuldirnar. Skuldir félagsins eru samtals 297 milljónir króna. Hvað voru vaxtatekjur? 8 milljónir? Vaxtatekjur 8 milljónir, já. Ekki fyrir lágu vextir með við, sko, en við skulum nú ekki gleyma því að handbært fyrir, sko, þetta sínt náttúrulega bara eins og þeir í loka árs. Við vitum ekki nákvæmlega hver meðalstaðan var, en hérna, það er svona gróflega hægt að reikna út frá vöxtum, en svo vitum við ekkit hvort að þetta hafi jafnvel hangið bara á debitkortareikning, eða hvernig sem það með engu vöxtum. Ég sé að í byrjun ás það 89, extum 142, vaxtagjöld 8, þannig að þú veist, ef það væri við, þá var þetta kannski kringum 10% sem eðlilegt. Kannski alltaf 80 milljónir í kassaninni bara til að eiga fyrir öllu. Já, einhver meðalstaða. Já, kannski, maður veit ekki. Það vandi svolítið þessi virðisrýrnun á prófunu. Hvernig þú ástafa? Það vandi slíkt að spá líkt og virðisrýrnun á prófið, gamla og góða. En sko, já, samtalsskuldi 297 milljónir, 114 milljónir í langtímaskuld sem að skiptist í tekjuskattskuldbindingu upp á 8,2 milljónir og svo það þetta skuld við lánastofnun upp á 106 milljónir. Shit, sko, ertu að sjá þetta? Já, byttu. Ég er að fá gæsa á þetta. Ég veit ekki hvort þú sér að tala um það saman. Já, öruglega. Sko, til að taka það fram, þessi langtímaskuld, hún verður til á þessu félagi við sameiningu við áðurnefnd félög hérna, móður- og systurfélags, en skuldin var talsvert stærri þá. Og ef við reyfum hérna söguna örlítið aftur, þá sjáum við samkvæmt ársreikningi 2021. Hefst nú saga skuldarinnar, kapli 1, sett okkar lag. Þann 1. janúar 2021, þá flytjast 234 milljónir króna af skuld bara við lánastofnunir yfir á múrbúðinni EHF frá þessu MBKF1. Já, samrunin. Fyrirfram var samt skuld við lánastofnunir upp á 198 milljónir á múrbúðinni. Svo samtalsskuld við lánastofnun þarna í byrjun árs 2021 voru 432 milljónir króna og þau hafa gert helvíti vel að greiða niður þessar skuldir á stundum tíma. Hata bankamenn. Já, þetta einhverjar, binni í bankanum. Já. Personan grata í múrbúðinni. Já, þú veist, hann fær alla vexti út úr þessu, þau eru að borga þetta allt upp á hérna svo skömmum tíma. Já, en þetta einhverjar 320 milljónir síðustu 3 rekstrarár, 2021, 2022 og 2023. Sem búið að greiða upp skuldir. Og það kannski einum að vona, hér hafi ekki verið sko greiddan neinar arðgreiðslur. Hér bara skynsamlega haldið á spöðunum. Virkilega vel gert, en sko, þú glemdi kafla 2. Já. Þetta er óverðtryggt lán, breytilegum vextum í 6,82%. Þetta fyrir áru síðan, 31.12. Já.
sko, það búið að vera. Getur þú pípað út næsta sem ég ætla að segja? Nei, hvað með það? Sko, það búið, ok, þá ætla ég að reyna að stilla með það. Það búið að vera að misnota mig og fleiri sem erum í 12,95% á sama tíma. Þú veist, auðvitað ertu með góða og slæma skuldara. Hvað voru stýrivextir þarna þegar þau eru með 6,82? Já, ég viðurkenni sko, það kemur sérstaklega fram breytilegi vexti 6,82. Ég raka augun í þetta og ég var bara svona, þetta eru óvinni góð lánakjör. Þetta fáránlega gott lán, sko. Af hverju myndur þú borga þetta upp? En maður velti því einmitt fyrir sér. Hvað í gangi? Já, þú veist. Hæ? Já, ég get verið sammála. Já. 6, sko, desember í fyrra var held ég hámark bara þegar, svo voru við lengi að ég meina sko í rauninni bara var hagstæðara fyrir þau að taka peningin og ávastan inn á bara fyrirtækjareikning í bankana heldur hún að greiða niður lánið. Hvað er að gerast? Það svona út frá þessu sko. Og þetta kafli 2 en enga síður, þau hafa verið að greiða niður lánið, virkilega vel gert, við tökum það nú ekki af þeim. Kannski þetta upprunalegi vextir og þetta tekur breytingu sem ekki settar inn. Ég held að ef þú skoðar aftur, ég meina, ertu búin að skoða ársreikningan aftur? Líka bara, hvað var verðbólgan á þessum tími fyrra? 9% eitthvað. Þetta eru neikvæðir raunvextir á láninu. Já, sko What the hell? Ég er að fletta þessu upp inn að hvernig það var 2022. Ég er að fara að láta þetta fólk semja endursamning á lánum hjá mér, sko. Ok, það er sama í lok árs 2022, veistu, Yngvi, með grunar. Þetta hafi verið það þá. Veistu hvað með grunar? Með grunar að þau hafi bara gleymt að breyta tölunni. Þetta er oft þannig að ársreikningar eru bara ákveðið form sem er fyllt inn í. Oftar en ekki þá er þetta bara gert af gömlu drafti. Það hlýtur eiginlega að hafa gleymst að breyta vaxtaprósentu hérna, sko. Já, sko, þú ert hér með að henda Ég eiginlega trú ekki öðru. Ágúst Kristinsinni hjá PricewaterhouseCoopers fyrir rútuna. Já, en sko ég nei, það getur eiginlega gana verið, sko. Því að vera með 6,82 á þessum tími fyrra. Já, út af því að þú með breytilega vexti 2022 og líka í lok árs 2023 og þeir hafa ekkert breyst, en þeir breyttust náttúrulega þarna á þessu tíma, sko. Þannig að eiginlega það getur ekki hana verið. Make sense. Samt öruglega þrjusugóðu vextir á þessum tíma. 2021 voru 6,07% vextir. Ég held ég aldrei verið kvótaður undir 9%, sko. Ég bara en sko líf mitt hérna. Þegar húsnæðislánin voru 4%, þá varst þú í 11%. Ég er að tala minni fyrirtæki, sko. Ég veit. Líku þá kaflana eða bókinni skuldina. Svona, ég kem aðeins inn á þetta eftir, en sko það verður kafli 4. En það var allan skynsamlega haldið á spöðunum hérna, hafa verið að greiða upp þessi lán, en ef við skoðum skamtímaskuldirnar þá sjáum við hérna fyrst á blaði næsta árs afborgun langtímalána upp á 5,2 milljónir. Þannig skuld við lánastofnanir stendur í 111 milljónum þarna. Þetta plúsar langtíma og skamtíma hliðina, sko. Þetta úr 432 milljónum niður í 111 á 3 árum. Og ég segi bara bravo. Svo eru hérna einhverjum fleiri skamtímaskuldir eins og viðskiptaskuldir fyrir 77,4 milljónir, aðra skamtímaskuldir upp á 63 og svo að lokum hérna tekjuskattur til greiðslu upp á 37 milljónir og því eru samtals skamtímaskuldir 183 milljónir króna. En þá er það skamtíma greiðsluhæfið. Og velturhraði, byrjum þar. Veltufjárhlutfall segi ég. Það er 3,9. Það er að segja veltu fjármunir deilt með skamtíma skuldum. Þau eru í algjörlega stórfenglegum málum þarna, hvað þetta verður. Svo fyrir við lausafjárhlutfalli, þá tökum við byrðirnar út. Byrðirnar eru náttúrulega gríða stór pakki þarna undir veltufjármunum. Samt sem áður lausafjárhlutfall 1,6. Bravo. Herðu, ég ætla ekki að hætta hér. Reiðurfjárhlutfall, eins og ég sagði, þau eru með 232 milljónir í kass, handbært fé undir lok árs. Og þetta yfirgnæfir í rauninni skamtímaskuldinar og gefur okkur hlutfall upp á tæplega 1,3 í reiðufjárhlutfall. Það er helviti. Það er engu logið það þegar ég segja að lausafjárstaðan sé góð og það er náttúrulega ekki á hverjum degi sem við sjáum reiðufjárhlutfall yfir ársnum. Og fyrirtæki í rauninni bara verið í þrotlausum afborgunum lána og þannig að þetta er bara ansi laglegt að sjá. Og þá lokum við bara skuldum, heildarskuldir 297 milljónir og skuldahlutfall ekki nema 26,9% og ég verða að minna á það að skuldahlutfalli stóði tæpum 49% í lok árs 21 og þau eru on a mission, sko. Og ef við fyrir aftar 2019 skuldahlutfall 77% þá hafði vissulega sameiningin ekki átt sér stað svo það er kannski smá brengljuna að ætla að taka það inn í myndina en enga síður. Fallegur efnahagsreikningur á baki, ég ætla að loka honum með stuttri yfirferð hérna á eigin félagsins. Og ég byrjaði að segja hvað er ógeðslega heimskur. Heyrðu,
það er bara hægt að hendin í GPT ásetningunum Já. og inventory turnover hjá Bauhaus 1,95, þetta tók Já, þeir eru bara 20 sekundur. Já, það er bara Hvar sjortu við Excel? Nei, sko, Við erum ekki að fara að ég handpikka. prófaði að fara ChatGPT-leiðina Já, erum vitlaus eða? á endanum var þetta orðið það mikið af villum Já. að ég hætti að treysta þessu Já, Þú veist, þetta er ennþá ekki alveg nógu fullkomið sko. nei, ok. En þið farið að valega með þetta, 1,95. Hvað varstu með á hinum á hann? Var ekki... Veltu fjár hlutvalli Nei, ég er að tala um veltur að byrja. Veltur að byrja Það var undir 2 eða ekki líka? Það var 2,12 held ég 2,12, 1,95. Já, Bara einmitt drulluna í svæði. 2,13, já Þetta er svona geblettur hjá þeim. Já, einmitt, já. Aðeins hægari En hérna, sko Já, EIFE félagsins Það skiptist í hlutafé upp á 43,6 milljónir Svo megum við náttúrulega alls ekki gleyma lögbundna varasjónum upp á 10,9 Já. og svo er það ruglið í þessu öllu saman, það er óráðstafað EIFE 750 milljónir og eins og ég segi, ég held að það færi nú að stytta stófluga í að arðinu verði pumpað út af það Bara þegar tími kemur, Já. þá verður þetta tæmt. Sko. En þú veist, það er engi séns að teknir innan grilla, þú veist, kannski var COVID örgulega mikið sjokk, eða þú veist svona, þau eru ekkert í sérstakri stöðu þá, sko Þetta eru iðnaðarmenn. Ég held að eina sjokki fyrir iðnaðarmenn var að vita að Víður og Alma gætu bara tekið yfir völdin í landinu, sko. Og Annars sögðu það flestir iðnaðarmenn sem að þekkir bara, þetta er bara hver. En sko, já, þeir voru það kom ekkert iðnaðarmennum óvart, sko. Ekkert endilega í slæmri stöðu per se í COVID, en þú veist, þau voru dálítið svona skuldug á þeim tíma og það hefur eflaust verið svona, já, kannski smá sjokk, ég skal ekki segja, en það er allavega sagt hérna í skýrslu stjórnar að það var ekki lagður til arður fyrir árið, arðgreiðsla fyrir árið 2024. Þannig það er ekki þess að vænta núna á þessu rekstrarári heldur að verði arður. Svo er náttúrulega svona post-covid sjokk hjá iðnaðarmennum núna. Þannig að liðið úr samfylkingunni sem lokaði landinu, embættismenninir, þau eru bara komin inn á þing núna. Já, það er bara svona, þetta er ótrúlegt hvernig þetta næra að lauma sér. Þetta er post-traumatic eitthvað disorder. Vorum við ekki búin að fá nóg? Hverju verður loka næst? Hvenar er no? Herru, erum við með Fentimannskvarðan eða? Fentimannskvarðin, hann er handreiknaður, þannig að ég er búin að býða spenntastur eftir honum, sko. Farið valega. Við erum að sjálfsögðu í samstarfi með Fentimanns sem er jóladrykkurinn í ár. Þetta er jóladrykkurinn í ár, ekki fara að bjóða í matabóð eitthvað sull tónik, sko. Farið bara í Fentimanns. Allt á appi sinni búið, nú er það bara gin og tónik á alla, tónik á börnin. Kóla tónik líka hjá þeim. Já, og hérna Curiosity Cola, skemmtilegt. Rósa limonade er í uppæði, það er jóladrykkur. Það er það sem menn er að fá sér í fordrykk eins og Þorlák og svona. En við mælum sérstaklega með rósa limonadinni yfir hátíðina. Það er doldið svona okkar drykkur, sko. Já, bleikur og ferskur með klökum og smá læm. En ég var búið með nokkra þegar ég demdi mér í þetta. Því að samkvæmt minni talningu, þetta er erfitt, sko. Út af því að maður fer inn á heimasíðan hjá Bíkó er ömuleg. Það er ekki hægt að finna hvað er marga búðir þar. Þannig ég fór á já og laustaldi 11. 16 hjá húsasmiðinni, eina hjá Bauhaus og 4 hjá múrbúðinni. Eru fleiri húsasmiður heldur en Bíkó? Nei, ég trúi því ekki. En samkvæmt í já.is. Út af því að farðin á Bíkó.is og reynda að finna þetta. Verður við ekki að treysta því? Sko, ekki treysta mér, en reynið að treysta já.is. Já, algjörlega. En svo var annað, sko, þetta breytist út í að á sömstaðar er bara vörulager, þannig þetta er ekki endilega búðir. Nei, hvað var Bauhaus með, sagður? Heyrðu, what? Hérna dætti bara beint inn á þetta. Er ekki Bauhaus bara með eina? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nei, en eitt er vöruhótel og eitt er vöruhús, grófvörulager, þú veist. Annað er leiga, ég velti því fyrir mér hversu raunverulega marga búðir eru. En ég ætla að leifa það yfir 11, bara til að standa með vitleysunni sjálf mér. Fentimannskvarðin segir okkur það að Bauhaus trónir á toppnum, 4,6 miljardar per útibú. Per eining, já, enda bara eitt þar, já. Í næsta sæti er Bíkó, 2,7 miljardar með þetta. Mjög skjúd metrik sem ekkert er að marka. Húsasmiðan 1,6 miljard per slott. Og þá getur múrbúðin að sigra húsasmiðina? Nei, það er bara 480 miljónir, þau eru með 4. Já, þau eru með 4, já. En ég meina, takki
Býtu, hæ? Ég var búin að keyra mig nokkra þegar ég sló þessu upp Herru, ok, ég verða að viðurkenna það. Ég held þetta væri bara ein búð. Ég hafði ekki eins og fyrir að skoða, sko. Jú, svo eru þau með, sko... Þau eru náttúrulega, sko, þeir eru Reykjanesbæja. Já, þau eru með líka alls konar svona... Hafnarfjörður... Einhverja handlangara hér og þar. Það eru reynda bara 3 location gefin upp á já.is. Já, en ekki inn á múrbúðin.is. Nei, ok, já, við skulum nú freka treysta því. Sko, þá er þetta Klettháls, Selhella, Fuglavík. Jú, það er rétt, það er bara 3. Já. En samt sem á að reka þau lestina. 558 milljónir. Blífar ekki diff. Hver er munurinn á kúk og skít? En hvað, sko, nú hef ég verið að velta fyrir mig verðmati á svona einingu. Já. Og það er náttúrulega keldan, sko... Fremst meðal jafningja. Fremst meðal jafningja. Það er hægt að fá verðmat og við ætlum líka að kynna það til leiks núna. Já, að það er komið nýtt, algjörlega nýtt. Að núna er komið handbrað meistarans á bakvita, þannig að þú getur í rauninni núna pantað verðmat frá keldunni. Það sem við höfum verið að gera síðastli 1,5 ár er að þú getur fengið svona einfalt verðmat sem byggir bara á frjálsu sjóðstreymi og EBITDA. Sem er samt stór sniðugt. Já, en það er bara eins og að slá inn kannski 5 breytur og fá svona þumalputtina, svona aðeins líkt á puttana á þessu. Vinda átt eftir puttanum, sko. Já, en núna er það bara komið að þú færð allan pakkan. Og þetta var bara sett í lofti hérna, kortir í kostningar, þannig að við vildum bara hamra á þessu að þetta er dottið inn. Ekki spurning, og svo vil ég líka minna á hérna hlutafélaga þáttökuna. Mér finnst það stór skemmtilegt. Já. Þá getur þú flett upp kennitölu að nafni bara hjá einhverju sem þetta eftir í hug. Þú getur séð hvaða félagum hann er tengdur, hann eða hún. Já, eitt hérna, bara til komin, sko, eftir að verðmati panta, þá hendur inn tekjuáætlun til 5 ára, kostnaðaráætlun og fjárfestingarþörf. Og þá kemur sérsniðið verðmat sem byggir á sjóðstreymi, markaðssamanburði, næmnigreiningu, markkópalista frá keldunni sem störgla fyrir svipaða greinar og þetta kemur á PDF og Excel. Þetta er sérsniðið. Já, bara brilliant. Fárlega sniðut, ekki selja fyrirtæki á þess að vera með verðmat frá 3. aðila. Nei, láttu verðmeta þitt félag. Já, af því sögðu, þá erum við með verðmat á múrbúðinni. Niðurstöðu verðmats fyrir múrbúðina og byggt á frjálsu sjóðstreymi er það 2,7 milljarðar. Og þá erum við með ansi... Þetta er alveg 14x EBITDA. Já, við erum með ansi ríflega markvaldar á þessu, en það eru við búin að múra hagnaðin inni og eiga ansi margt. Og með að við hérna EBITDA-félagsins, þá er þetta 2,07 milljarðar, sem 2 milljarðar og 73 milljónir og það er með að við 9,6 EV2 EBITDA. 9,6, já. EV2 EBITDA. EV2 EBITDA, maður sá, erum við með þetta hérna? Excuse me sir, did you say EV or EBIT or EBIT or EBIT? Það sé þessu sé. Þannig höfum það, virði fyrirtækisins er á bilinu 2 til 2,7 milljarðar og þá langar mig að spyrja þig, á hvað keyptuð þið fyrirtækið 2021? Ertu búin að komast að því? Nei, Nei, Það er leyndó, ég ætla ekki að segja. Eða sko, ég meina, þú veist, auðvitað er örugglega hægt að fletta því mjög einfallega upp, sko, bara sjá skiptingu einhvern veginn á þessu, en hérna, það er náttúrulega hann Baldur sem selur, var hann... Stofnandi. Var hann 100... Nei, hann var ekki 100% eigandi. Nei, hann seldi fyrst 65% 2021. Nei, 2016. Var hann með eignarhaldsfélag á bakvið þetta? Á ég að fara í þetta? Nei. Veistu, þetta er svo mikið vesen þegar þú ert með eignarhaldsfélag sem á eignarhaldsfélag sem á eignarhaldsfélag. Þetta er... En það er aldrei að vita nema í næsta föstudagskaffi að við gefum hendur. Skopum þessu. Er það síðasti þáttu fyrir jól? Já, það er þá 20. desember held ég. Djúðisvis, hann átti þetta persónulega. Hvað segirðu? Hann átti þetta persónulega. Hann átti það persónulega, Þannig að þá þurfum við einhvern veginn að rekja í gegnum þá sem keiftu. Já, getum við ekki fundið flett upp skattskýrslunni eða eitthvað? Jú. Ég skal ekki segja. Ertu einhverju nær þarna? Ekki beint. Ég er tilbúin að gefa þér 5 sekúndur í viðbútt. Nei, bara glemtur þessu sko. Herri, kæru hlustendur, nema að hafi verið eitthvað fleira eitti frá þér, var eitthvað? Nei, bara gleðileg ársreikninga jól. Já, þetta var svo síðast fyrir jól. Já, við verðum aftur með eitthvað milli jól og nýjárs, vissulega 27. desember. Svona sannkalllega jólaþáttur. Já, herðu, við þurfum nú kannski að fara, við þurfum kannski að vera með, við erum alltaf búin að taka jólahúsið og búin að taka alls konar eitthvað svona jóla. Við getum þurft að grafa upp eitthvað. Eitthvað áramóta? Já, mögulega. Við tókum náttúrulega síðast, sko, hérna, partibúðina. Gerðum það, sko. Já, við finnum eitthvað sniðugt. Kæru hlustendur, við þökkum fyrir í dag. Verið sæl að sinni.